Jæja, þá fyrir við að byrja. Fyrst af öllu verið all hjartanlega velkomin hingað í HR. Hér höfum við í Startup Energy okkar aðsetur, það er reyndar í stofu VAF 105. Þangað munum við fara á eftir til þess að geða okkur á smá veitingum. Ég heiti Stefán Þór Helgason og er verkefnisstjóri hjá Klak Innovate. Við hjá Klak Innovate ásamt Icelandair og Thermal höfum umsjón með þessu verkefni. Fyrir hönd bakhjallana sem eru Arion banki, Landsvirkjun, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Georg. Tilgangur með þessum fundi er að fara eins yfir hvað við erum að gera með Startup Energy Reykjavík og hvert ykkar hlutverk sem mentorar er. Við ætlum að fá hérna 3 reynslubolta á eftir til þess að segja reynslusögur og svona hvað hefur nýst þeim vel í þessu starfi og fara svona yfir nokkuð praktísk atriði og svona tæknilega hliðina á því hvernig þetta allt saman fer fram. Ég get eiginlega ekki lagt nógu mikla áherslu á hvað við erum þakklátt ykkur fyrir að taka ykkur tíma bara hérna í dag og svo þið ykkar sem ætlaði að hitta teymin í framhaldinu að þetta er það sem öll teymin tala um að er það allra dýrmætasta við það að taka þátt í svona verkefni. Það er að fá að hitta fólk, reynslumikið fólk, öflugt fólk sem er með mikið og gott tengslanett eins og þið eruð, fá að njóta ykkar reynslu og fá að njóta þess að fá athugasemdir sem eru mikils virði á það sem þau eru að gera og þetta styttir ferlið, hraðar ferlinu að fá að hitta ykkur og þó að sé á stuttum fundi að þetta er það langdýrmætasta þannig að bara þannig þið vitið það að við erum ákaflega þakklátt bæði við hjá umsjónar aðilum og fyrir hönd teymana. Nú, ég ætla að byrja á því að sýna ykkur hérna vídeo. Við létum gera kynningarmyndband og það sýnir svona þetta í svona, já, gróft á litið á 5 mínútum og svo ætla ég að fara yfir nokkuð praktísk atriði og svo fáum við hérna reynsluboltana í kjölfarið. Byrjum á vídeónu. The energy sector is a breeding ground for new technologies, some of which will prove to be game changers. Its further development is not only important, but necessary for generations to come. There is a vast number of ideas that still haven't seen the light of day. Chances are, you're sitting on one. We were just 3 engineers and we were focusing on developing our product. We were not developing our business plan or our business model. Our team members are basically scientists through the core and didn't think much about the end results from our research. We had no idea how vast the entrepreneurial landscape in Iceland was. We didn't have the training to get our ideas into an end product. Startup Energy Reykjavik is a business accelerator program that focuses on energy-related business ideas. We operate from Reykjavik, Iceland, the center point of renewable energy. 7 teams are chosen and have the opportunity to develop their business ideas in a modern work environment that offers everything your company needs. Our dedicated staff assists you from day 1 to drive your company forward for 10 intense weeks. We will drastically improve your pitch to investors, get your business model on the right track, and help you accomplish your goals no matter what. Key industry players will give talks of immeasurable value and inspire you to get even greater ideas on how to build your company. Our aim is to provide the teams with the support they need to grow fast and develop. We organize several networking events as well as lectures and workshops that are tailored to their current needs. Each company will receive $40,000 in exchange for 10% of the equity. Of course, in addition to the guidance from mentors, which are all industry related. And the main purpose is indeed to accelerate the business ideas or the products to become a sustainable and viable business. Experienced mentors pay the teams a visit nearly every day of the program, debating their ideas and offering valuable advice. With each meeting, you'll extend the frontiers of your network and evolve your business idea to the next level. Startup Energy Reykjavik made our students realize that they can go out there after their education. They can start their own companies and through them have an important impact on the energy industry. And of course, at the same time, they're leveraging their education and building up their future career. The goal of the program is to speed up the process from an idea to a viable business. Startup Energy Reykjavik helps to create exciting investment opportunities in the energy sector and has the support and resources of Iceland's leading energy companies.
I would encourage young people to participate in programs like this. There is really a strong need for a new development, and the industry is going through significant transitions, so the opportunities to do things differently is definitely there. After 10 weeks of giving it everything you've got, you're on your way to the final stage of the program. This is the climax. This is where everything counts. Investor Day is held at Arion Bank's headquarters, where the teams pitch their ideas to investors. It's broadcast all over the world, and it's an amazing opportunity to provoke interest, and furthermore, an investment. The Startup Energy Reykjavík program had a huge effect on the birth and development of Gerosen. The program accelerated the foundation of the company and resulted in Gerosen becoming fully operational much sooner than was originally expected. We decided to apply for Startup Energy Reykjavík to help us with our business aspect. We came into this program not knowing what to expect. Now we are paying customers, we're working full time for our company, and it's been unbelievable. The main lesson that the Icelandic energy transformation teaches the world is that we don't have to wait for grand governmental plans. We don't have to wait for comprehensive international agreements. We can, all of us, start to transform the situation and change the energy system of our countries and the world by being active, acquiring the knowledge, and taking the initiative wherever we are. This is your opportunity. Apply now on startupenergyreykjavik.com and accelerate your business. Það alltaf erfitt að koma eftir Ólafi Ragnari og fara að segja eitthvað að viti, en ég vil nú nota tækifæri líka því að það er verið að taka þetta upp. Það eru fjölmargir mentorar sem ekki komist hingað í dag, að þakka þeim fyrir, þeim sem eru að horfa á upptökuna, fyrir að taka sér tíma í að fylgjast með þessu. Nú, ég ætla að fara yfir fá praktísk atriði. Startup Energy Reykjavík er sérst viðskipta hraðall, og með því meðinu við að við erum að reyna að hraða þessu ferli frá því að einhver fær hugmynd eða fer á stað með einhverja nýja tækni þar til hún kemst á markað og verður alvöru fyrirtæki. Með því að taka þessa 10 vikur þá fá þessi 7 teymi 5 milljónir króna sem er í rauninni svona bara startfé gegn því að bakhjallarnir eignast 10% í viðkomandi fyrirtæki, og það er þessi 4: Arion banki, Landsvirkjun, Nýsköpunarmiðstöð og Georg. Þau fá sameiginlega skrifstofu, og svo þar sem að þið komið inn í þetta, mentorfundirnir, sem er það eiginlega allra mikilvægasta, og það er eiginlega, maður hugsar út í það, þá eru þarna 7 teymi sem eru kannski tiltölulega nýbyrjuð er að fóta sig og komast á stað, og það er fullt af öflugu og svona því fremsta fólki í bransanum á Íslandi er að koma í heimsókn til þeirra til þess að hlusta á hvað þau eru að gera og reyna að deila sínu tengslaneti, og auðvitað er þetta ómetanlegt versus það að vera kannski einn út í bæ og þurfa að panta fund og fara út allt og reyna að hitta eitthvað fólk, og það veit ekkert hvort að þú sért með eitthvað í höndunum sem er almennilegt. En við viljum meina að með þessu við fengum 50 umsóknir í prógram í ár, við völdum 7, þær 7 bestu, og þannig vita þeir sem að koma hingað og eru mentorar eða aðrir að þetta eru flott fyrirtæki sem eru með eitthvað alvöru í höndunum. Við bjóðum síðan upp á fyrirlestra, förum í heimsóknir, fáum heimsóknir, og þetta er allt gert til þess að styðja og hvetja þessa frumkvöla áfram og hraða þessu ferli. Nú, þetta eru bakhjallarnir, við hjá Plug Innovate og Iceland Geothermal, við höfum umsjón með þessu, bakhjallarnir hérna hægra megin. Þetta eru 10 vikur, í upphafi er verið að setja svolítið stefnuna. Þá leggjum við mikið upp úr þessum mentorfundum, við erum í rauninni að fara með, brjóta niður hugmyndirnar og athuga býtunum við, er þetta rétta leiðin til að fara, getum við breytt kurs ef við endilega fara þessa leið. Það tekur svona 2-3 vikur, svo kemur að því að framkvæma það sem menn eru búin að ákveða að gera, og í lokin er undirbúningur fyrir fjárfestakynningu, og í lok prógramsins síðasti dagurinn er fjárfestakynning, og við hjálpum teimunum að í rauninni hvað þau að bera á borð og hvernig á að bera það fram, hvernig maður selur sínar hugmyndir og kemur maður framfæri. Það er svona það sem síðustu 2 vikurnar fara
fara í. Þannig að þetta svona í grófum dráttum. Nú, við þurfum frá ykkur, við erum með þetta hjá flestum, en við þurfum fullt nafn, starfstitil og hlekk á LinkedIn fyrir þá sem eru með slíkt, því inn á heimasíðun okkar erum við lista yfir alla mentorana og þar geta teymin skoðað ykkur hver þið eruð og svona ykkar bakgrunn og svo þurfum við virkt netfang hjá okkur til þess að geta bókað. Fundirnir eru bara bókað með tölvupósti, þannig að við fáum netfang, við sendum ykkur línu, ert þú tilbúin að koma, á hvaða tími henta þér, stingum kannski upp á einhverjum sem er opinn og þið bara svarið og við getum þá sendt ykkur fundaboð eða þið bókið þetta hjá ykkur. Miðvikudagur og fimmtudagur fyrir hádegi þeir dagar sem koma til greina helst, en aðrir tímar koma líka til greina og það bara svona í samráði ykkar við teymin ef það er á einhverjum öðrum tíma. Og þið getið nýtt aðstöðuna hér eða viljið, en prógramið bara þessa 2 daga í viku. Hver fundur tekur 30 mínútur og það er langbest að mæta í VAF 105 þar sem við verðum á eftir og teymin svo fylgja ykkur í fundarherbyggi þar sem þið getið sest niður og spjalla. Og það er mikilvægt að aðboða með fyrirvara ef þið mögulega getið, þá getum við fundið út úr því. Það er erfiðara að þeir eru stuttu fyrirvari, en auðvitað getur ýmislegt komið upp á og sem ekki er hægt að ráða við. Nú, þetta er það síðasta sem ég ætla að segja í bili. Bara kæra þakkir enn og aftur fyrir að koma. Fyrstur á svið úr hópi reynslubolta er Einar Gunnar Guðmundsson og við skulum bjóða hann velkominn. Já, komið sæl öll saman og takk aftur fyrir að vera hér. Er mögulega fjárstýring eða? Já, ok. Ég heiti Einar Gunnar og starfa hjá Arionbanka. Ég er búinn að vera viðlóðin frumkvöðlaumhverfið, því að það sem Arionbanki hefur verið að gera fyrir frumkvöðlaumhverfið núna í rúm 3 ár og komið bæði að Startup Energy Reykjavík og Startup Reykjavík verkefninu sem er sambarlegur viðskiptahraðall. Sem sagt, íttu bara aftur á að þetta er algjörlega sambarlegt þar sem Startup Energy það sem við erum með hérna að tala hér í dag. Startup Reykjavík er annars konar dæmi, það er stærsti munurinn er þá að aðeins fleiri fyrirtæki, minna fjármagn fyrir lægra hlutafé og talsvert mun breiðari skírskotun af fyrirtækjum sem við erum að vinna með þar. Íttu bara aftur á. Það sem ég ætla aðeins að tala við ykkur er svona bara almennt svona kannski frá svona makroperspektív hvað það er að vera mentor og hvernig mentora mögulega geta svona tengt sig bara inn í frumkvöðlaumhverfið í heild sinni. Þetta er nú mjög skematíst og svona dálítið abstrakt yfirlit yfir það hvernig frumkvöðlaumhverfið á Íslandi lítur út í dag. Það er maður veit það fyrir marga, það náttúrulega í fjölmiðlum svona síðustu misseri hefur mjög mikið talað uppgang fyrirtækja og annað og þetta getur oft virka mjög svona kaotist, hvert á að leita og maður skilur ekki alveg hvernig það fungerar, en í heildina getum við sagt að það eru svona 2 svona kannski sterkustu batterín sem eru með svona virkan stuðning við frumkvöðla, að það eru Nýsköpunarmiðstöð og Clark Innovate. Þessi batterí eru langvirkustu og duglegustu batterín við að styrkja sagt, eða veita frumkvöðlum ráðgjöf. Og síðan margt inn í þessu alls konar tengslanet og ýmis konar ráðgjöf og fræðsla sem í boði og alls konar viðburðir, gríðarlega mikið af viðburðum sem hægt að sækja og sem frumkvöðlanir eru mjög duglegir að standa fyrir og sækja. Og það alveg til þess að benda ykkur á það líka ef að þið hafið enn frekar áhuga að tengjast umhverfinu. Ég myndi nú einfaldlega mæla með því að fara á póstlista bæði hjá Nýsköpunarmiðstöð og hjá Clark Innovate. Svo er prýðisgóð Facebook síða sem heitir Íslenskir frumkvöðlar. Bara býsna gott að fá að fylgjast með og þá sér maður einfaldlega bara svona umræðuna hvað að gerast inn í umhverfinu á hvaða nótum fólk að tala, yfir hverju að kvarta, yfir hverju að hrósa og svo framvegis. Þessi mynd nú bara einfaldlega til að sýna að það allan að við hjá Arionbanka höfum verið býsna duglega við að styðja við eða fjárfesta öllu heldur í fyrirtækjum. Gegnum Startup Reykjavík við tekið 30 félög og munum halda því áfram. Þannig að við erum farin að þekkja þetta fyrirkomulag ágætlega.
Og ég held að sé óhætt að segja almennt fyrir mentora að þá snýst þetta það, þetta náttúrulega ákveðið samstarf. En þið eru í því hlutverki þar sem þið eru klárlega gefandi. Það verið að sækja ráð til ykkar, það verið að sækja tengslanett, það verið að einhvern veginn dýfa sér onni í ykkar viskubrunn og það fyrst og fremst ykkar hlutverk. Það sem hins vegar skemmtilegt í þessu að maður sér stundum að mentorarnir sjálfir, þeir verða stundum kannski bara pínu skotnir í einu fyrirtæki eða tveimur og hafa þess vegna áhuga á því að einfaldlega verða ráðgjafi eða svona koma að fyrirtækjum á seinni stigum og það náttúrulega gjarnan sem maður vill styðja við, að það verði virkt samband milli frumkvöðlana og þeirra sem að ákveða að verða mentorar eða eru valdir sem mentorar. Það einstaklega gaman þegar maður sér þetta. Ég man eftir einum manni, Jói Sigurðsson, sem að hann ákvað bara, hann fyrir starfsmaður Google og hann til dæmis ákvað bara nokkru sinnum að bara vera eins og nýri Startup Reykjavík. Hann ávað með skipulaða fundi en svo ákvað hann bara vera þarna og bara fólk gat gengi í hann og það endaði því að í dag þá hann mjög virkur þáttakandi í einu af þeir fyrirtækjum sem að tók þátt í Startup Reykjavík á síðasta ári. Og auðvitað þetta mismunandi en það alltaf gaman þegar maður sér svona virka þáttöku. Og það að vera mentor, það snýst ekki bara frumkvæði, heldur líka það að vera bara forvitin almennt, að sýna því áhuga, að gefa af sér. Hafa áhuga því hvað fólk að hugsa, hvernig það að hugsa það og það felst í því náttúrulega bara það að svona, eins og oft sagt á ensku, give before you get og það getur verið ótrúlega gefandi, ekki síst fyrir ykkur því á fyrstu stigunum eru þið klárlega að gefa en það einfallega á seinni stigum þá hefur það bara sýnt sig að á endanum þá borgar það sig líka fyrir ykkur. Í þetta fólk fyrir út í atvinnulífið vonandi með fyrirtæki sem eftir að ganga vel og það getur skilað sér seinna. Það líka mikilvægt að hugsa það að við erum oft spurð sem að kannski Elisabeth fer aðeins meira í og eftir en þú veist, hvað maður að gera þú veist, hvert mitt hlutverk? Það er bara eitt sem mjög skýrt, það þið sem í bílstjórasætinu, það þið sem að leiðið umræðuna þó svo að þið séu mikið til að hlusta en þið eru þau sem að leiðið. Þið eru stafurinn fyrir þetta fólk og ráð og tengslanett náttúrulega það sem að í flestum tilfellum mentorarnir koma með að borðinu. Og þetta snýst náttúrulega fyrst og fremst það að hér með þessum viðskiptahræðli það sem við erum að reyna að búa til eru árangusrík fyrirtæki. Við erum að reyna að búa til fyrirtæki sem eru lífvænleg og þannig að maður getur sagt svona þetta snýst ekki ykkur, þetta snýst frumkvöðlana. Og þá þessi eiginleiki að hlusta, hann gríðarlega mikilvægur að sjá hvert þau eru að fara og gefa þeim ráð eftir því hvert þau eru að fara. Almennt eins og ég sagði, það gríðarlega mikið af opnum viðburðum inn í frumkvöðlaumhverfinu og ég myndi hvetja og hvetur henni alla mentora af hvar sem þeir eru, hvort sem þeir eru tæknilegir eða viðskipta eða úr akademíunu, hvað sem að nýta það sem því að þegar maður kemur inn í þetta umhverfi, það eitthvað sem gerist. Ég veit, það eiginlega ekki hægt að útskýra það. Það eitthvað svona magískt við að koma inn í þetta, finna þess einhvern veginn frum orku hjá fólki. Maður verður svona pínu 17 ára aftur, það sem að maður svona ósnertanlegur og það mun ekkert koma fyrir mig, fær þennan einhvern veginn svona frumkraft. Og það felst í því mikil ánægja, get ég sagt fyrir mitt leyti. Þetta ekki síður mikilvægt. Fyrir ykkur að fá að hlusta á þetta fólk og gefa af sér, það ótrúlega gefandi. Og ég hef notið þess til þess ídrasta að vinna með fólki sem hefur mikinn áhuga á því sem það að gera, svona nokkuð skonar eldhugar.
Þetta nú mjög almennt en ég held að sem ég búin að fara yfir ég vil þó hins vegar ítreka það að ekki sjálfsagt að fólk eins og þið gefi af ykkur tíma og ég vil enn og aftur fyrir hönd bakhjallana bara fá að þakka ykkur kærlega fyrir ég markmiði hér náttúrulega klárlega okkur við erum að reyna að búa til enn öflugra frumkvöðlaumhverfi heldur við höfum í dag. Takk fyrir mig. Herði, það skulle bara byrja þetta. Já, ég heiti Elísabet Grétarsdóttir. Ég ætla að koma eins og ræða við ykkur hvað er gott að við huga á mentorfundunum sjálfum. En áður en ég byrja því að langa mig að segja ykkur frá því að stundum grínast með það að í startup-heiminum og þeir eru svona erkitýpur mentora og þeir sem hafa farið í gegnum þetta ferli áður að þeir kannski kannast aðeins við það. En á ég ekki bara stjórna eða tekur þú? Já? Já, og það umlega svo fyrsti mentor, erkitýpa sem maður kan segja ykkur frá það svo kallar vaskausarann. Þetta þessi týpa sem hefur alltaf þörf fyrir það að hafa fundan eins og þurfa að skella glasi á köldu vatni á teimið og þannig halda maður þeim á tonnum og þannig fær maður þau ferskari og svo framvegis. Næsta týpa svolítið skild, hárblásarinn. Þessi fundur einkennir svolítið þegar teimið sjálf talar afalítið og svolítið straujað yfir þau og eru sendið tilbaka til þess að hugsa sitt mál. Og svo það aðeins sem mjög tengdur þeim, það sjómaðurinn, það svo sem finnst að teimið fyrir alltaf svolítið að sanna sig fyrir sér á hverjum fundi. Þeir sannaði sér svolítið töff að krafturinn mjög geti þetta og hafi kraftinn. Þetta svo erfitt að starta fyrirtæki ef þú getur þetta ekki fyrir mér að þá ertu ekki gerður til þess að gera þetta. Og svo það niðurbrjótarinn, mér finnst alltaf þeir hafa hort aðeins svo mikið Hollywoodmyndir og upplegið sér svolítið eins og liðþjálfar sem fyrir að brjóta því svolítið niður til þess að geta byggt upp aftur. Og svo það tækni aðdáandinn. Það sá sem áður en að fer að ræða business modelin eða þörfina sem verið að leysa eða konseptið, að þá strax byrjað að spá í hvað förðunarmáli þetta skrifað. Hvernig tæknileg infrastruktúrin í þessu hjá þér? Þannig að svo líka þessi sem ég veist mjög fyndin. Hann þetta þessi sem alltaf endalaust jákvæður. Það allt svo frábært og allt svo skemmtilegt og allt svo rosalega spennandi og alveg sama hvað vandamáli presentur fyrir honum. Þetta allt geðveikislega skemmtilegt. Og ég sjálfsagt hefur örugglega tendið sig til að gera eitthvað á þessu, en það náttúrulega í raun og veru enginn erkitýpa, þess vegna heitir þetta erkitýpur. En ég heiti Elísabet Grétarsdóttir og starfa núna sem markaðsstjóri í Arion banka. Ég með mastergráðu í markaðsfræði og vann í 7 ár sem markaðsstjóri fyrir EVE Online hjá CCP. En söðlaði algjörlega og var markaðsstjóri hjá Arion banka 2012 og sem sagt núna á leiðinni að fara að vera markaðsstjóri hjá tölvuleiknum Battlefield hjá Electronic Arts. En mín saga við Startup Reykjavík byrjaði í 2012. Ég hef verið mentor í 2 ár en mín saga byrjaði árinu undan þegar maðurinn minn, svona cirka korter í brúðkaup, sagði við mig, heyrðu, ég ætla að fara að starta fyrirtæki í Startup Reykjavík, þú veist, reddar þú sig ekki bara? Og þetta var svona 10 dagar í brúðkaup og hann bara fór í það og hann mætti á réttum tíma, sagði já, skemmt sér vel og mætti held ég bara á mánudeginum og aftur í Startup Reykjavík til að halda áfram með fyrirtæki. Og hann á þeim tíma vann í Arion banka og ekki ég, en í dag vinn ég í Arion banka og hann á í 2 startup fyrirtækjum og rekur sjálfur sig það 3, þannig að þetta kom alveg ágætlega út hjá okkur. En ég hef verið mentor í Startup Reykjavík 2 sumur. Mér finnst þetta, ég vil ekki missa af þessu hlutverki, mér finnst þetta mjög gefandi starf. Maður situr með hópunum, tala við þau fyrir yfir þessa daga og þetta ekki alltaf auðvelt. Þetta eru vandamál sem eru krefjandi sem þau eru að takast á við og gaman að fara yfir þetta með þeim, en það sem mér finnst mest gefandi það þegar ég labba út eftir svona daga að þá ég búin að smitast af þessum krafti sem Einar Gunnar var að tala um. Maður einhvern veginn sogar í sig svolítið orkuna frá þeim, en maður líka búin að fá aðra sýn á þau vandamál sem maður sjálfur að glíma við í sínu starfi. Það kannski hlutir sem maður búin að vera svolítið fastur með, en eftir að fara í gegnum þetta, þá komið bara einhver allt annan vinkill. Og maður labbar út og maður stundur bara, já, auðvitað, þetta ekkert mál.
og hlutir sem voru áleitnir erfiðir einhvern veginn áður eftir að fara í gegnum það með teimunum, hvað þau eru að díla við og hvað þau eru búin að komast yfir, þá finnst manni hlutirnir í sinni einn starfi oft bara mikið minna mál heldur en voru þegar maður labba inn í daginn. Þannig að ég mæli klárlega með því með alla sem hafa áhuga á því að verða mentor. En á fundunum sjálfum þá mæli ég með því að maður byrja á því að skoða á hvaða vegferð teymið sjálft. Ég mæli reyndar með því að þið skoðið farið á alla þessa pitchfundi ef þið komist á það. Það mjög hollt að fá svolítið tilfinningu fyrir vörunni, fyrir hugmyndinni, fyrir teyminu. Áður maður fer síðan og hittir teymin, þá ertu maður oft búin að finna hvaða teymi maður hefur mest áhuga á að vinna með. Og hvað maður hugsa, þá getur líka fundið, ég get virkilega hjálpa þessu teymi. Ég bara akkurat það sem þeim vantar. En á fyrsta fundinum þá vil ég yfirleitt að þau segja mér frá vörunni, hugmyndinni, þörfinni, hvað þörf eru að leysa og hvað vandamál eru að leysa. Og ég vil byrja á þessu. Og þó ég viti þetta út frá pitchinu, þá vil ég að þau segja mér þetta aftur, vegna þess að þegar þau eru búin að pitcha, þá þegar þau eru komin þangað, þegar þau eru að pitcha, þá eru þau oft svolítið í gírnum, búin að sæka sér svolítið upp, gera þetta svolítið, faglega, rosa flott, en ég vil frekar sjá þau segja mér þetta fyrir fram að mig og í lengra máli, þeirra eigin orðum og svo bora ég svolítið í hlutina. Og ég geri þetta til þess að sjá hversu örugg eru þau með þetta. Ég vil ekki sjá sýninguna, ég vil sjá raunveruleikann. Vegna þess að sem mentor þá þarf ég að vinna með raunveruleikanum en ekki í raun og veru einhverja glansmynd. Ég skoða þetta líka til þess að geta borað aðeins niðri í hversu örugg þau eru með þessi elementi, vegna þess að þá getum við farið að tala vandamálin, senda þau tilbaka, fara að segja ok, við þurfum að vinna meira í þessu, þetta klárlega veikleiki hjá okkur og svo framvegis. Klárlega enn og aftur farið í það hvað þörfin og hvað vandamáli verið að leysa. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Mér finnst líka afar áhugavert og ég fer alltaf yfir með þeim af hverju finnst þér áhugavert að leysa þetta vandamál. Vegna þess að þá eru að tala ástríðu og áhuga teymisins sjálfs. Það að skilja vegferðina, hvað þið koma og af hverju finnst þetta áhugavert mjög gagnlegt fyrir þig sem mentor. Þannig að þá skilur þið betur hvernig ráð þau munu bregðast við og hvað þeim finnst áhugavert í vörunni. Er það tæknin sem ástríðan eða er það þörfin eða vandamál sjálft. Þannig að þetta er alltaf gagnast mér mjög vel. Það sem mér finnst líka mjög gott að hafa í huga að þegar þau eru til að snemma í ferlinu og þá eiga þau stundum erfitt með að útskýra sýnina, business modelið, markhópin, vandamálið, þörfin og svo framvegis. Það er mikilvægt að hafa að skilja muninn þá á hvort að þau eru ekki með business modelið sitt á hreinu eða eiga erfitt með að útskýra það fyrir þér. Þetta er sitt hvort vandamálið og maður þarf að aðgreina á milli. Þannig að aðgreina á milli ert að fara að senda þau tilbaka til þess að æfa sér betur í að útskýra þetta. Það er allt annað vandamál heldur en að segja það er gangað í businessplanuninu, þú þarft að vinna í því. Þannig að þetta er eitt af sem er gott að hafa í huga svona til að byrja með. Þegar maður er í mentorhlutverkinu þá er maður fenginn inn vegna þess að þú ert með ákveðna reynslu og þú hefur ákveðna þekkingu. Teymin líta mjög mikið upp til manns. Þeim finnst ákveðin heiður að fá að hitta allt þetta fólk sem hefur svo mikla reynslu. Þið þurfum að vera meðvituð það. Og þá, það sem ég við með því þið þurfum að vera skýr við teymin þegar þið eru að ræða við þau og gefa þeim ráð hvort þið séu að tala staðreyndir. Staðreyndir málsins eru það að businessplani heldur ekki vatni. Staðreyndir málsins eru það að stærð markaðarins þannig að hún heldur ekki uppi svona fyrirtæki. Og svo hver ykkar skoðun. Vegna þess að okkar skoðun í raun og veru getur verið, við getum verið að ráðleggja þeim eitthvað sem við ættum að kanna. Þau eiga það til að rugla saman staðreyndunum og skoðunum vegna þess að þau trúa svo sterkt á það sem við erum að gefa þeim ráðgjöf yfir. Það sem við erum útskýra fyrir þeim. Þannig að við mæli sterkt með að verið með þetta á hreinu og verið sjálf meðvituð að þeir eru að tala hvað er eitthvað skoðun og hvað er staðreyndir. Ég hef séð teymi taka þeim ekki marka á mentorum sem voru kannski að tala svolítið svona ekkert svo grundigt og verið svona þetta finnst mér finnst þetta bara ekki droslega spennandi markaður. Þetta er ekkert spennandi markaður, þetta er ekki spennandi markaður, við erum að finna eitthvað annað. En þá er í raun og veru mentorinn sjálfur að útskýra bara, honum finnst prívat persónulega að þetta ekkert spennandi markaður. Hann hins vegar kannski áhugaverður fyrir business case-ið.
og í raun og veru eins og ég segi, mentor sem, einhver sem að hanna skeifur að hesta, einhver mentor sem segir casually, já, hvað maður setja á rúlliskvita, það verður rosalega fyndið, ég sé teimi lendi því að þau eru mjög lengi að grafa sér tilbaka aftur á réttu leiðina og við verðum að bera virðingu fyrir því að þau eru að vinna, mjög erfitt að starta fyrirtækjum og þau eru að leggja rosalega miklu vinni í þetta og það fer mjög mikil tími. Þannig við þurfum að vera meðvituð hvaða ráðgjöf við gefum til þess að þau eyði ekki sínum tíma í óþarfi að elta ráðgjöf frá okkur sem kannski ekki, sem nú óvart ekki nógu vel ígrundið. Síðan líka eitt í viðbót, þar sem svo litið það mikið upp til mentorana, hafið í huga að þeir eru að spyrja ykkur út í eitthvað sem þeir þekki ekki nógu vel, bara, ég veit ekki, er alveg gott og gilt svar, en ég mæli bara sterkt með því að verið bara skýr með hvað eitthvað sérfræðisvið og hvað ekki og farið þá bendum frekar á aðila í eitthvað tengsla networki sem gæti að frekar aðstofa þau með þessi ákveðnu mál. Ekki, eins og segi, óvart afvegaleiða teimi. Svo þegar maður að vinna með teimum og maður sér að þau að ströggla, þau eru með eitthvað vandamál og eru kannski ræðið ekki alveg búin að finna einhverja lausn, ekki stökka til og leysa vandamálin fyrir þau. Leyfi þeim að finna út úr sér, gefa þeim frekar vísbendingar, leiði þau áfram, gefa þeim mögulega, benda þeim mögulega tól eða tæki eða aðferði sem getur hjálpað þeim, en láti þau finna út úr sér sjálf. Vegna þess að þetta á vissanhátt, við erum að kenna þeim í raun og veru að vera teimi, að leysa vandamáli sín sjálf, þannig verður þau sterkar fyrir vikið. Þetta svona svolítið svipað eins og annað hvort að gefa þeim fisk eða að kenna þeim að veiða. Þau þurfa að fara í gegnum þetta þroskaferli. Já, og svo náttúrulega líka leiðu þau sjáu veikleika hjá teimunum. Ef þau sjáu veikleika í samskiptunum eða þau eru ekki samheldin hópur, ekki sammála markmiðin eða stefnuna, bendið þeim á þetta. Bendið þeim á þegar staðreyndir sem eru til staðar og sem eru þau vandamál sem þið sjáuð. Það eitthvað sem þau þurfa að takast á við. Í raun og veru það ekki meira sem ég ætla að fara yfir. Þetta bara svona topp 10 ráðin finnst mér. Fara pitchu viðburði, fara mjög djúpt í hvað þörfa vandamáli að vera að leysa. Hver markhópurinn viðskipta módeli, þetta bara mjög svona klassisk basic hlutir sem þurfa að fara í gegnum. Skoði dýnamíkin í hópnum, bendi þeim á það ef ykkur finnst eitthvað skrítið varðandi dýnamíkina, hvort þessi samstæði í hópnum, vegna að þið hittir svo mörg teimi en þau náttúrulega yfirleitt bara með sjálfu sér, þannig að þau eiga erfitt með að bera sinn hóp saman með aðra hópa. Skilja á milli staðreynda og skoðana, ég veit að ekki gott og gilt svar, ekki leysa vandamálin beint, hjálpa þeim bara áleiðis, ekki kóa með þeim, bendi þeim á ef það eru vandamál, beri virðingu fyrir ábyrgð mentorsins, það raun og veru eins og segi, það liti upptalakar og svo bara hafi ótrúlega gaman að þessu. Þetta alveg hrikalega skemmtilegt og margir sem byrja að vera svolítið í kringum þennan í sköpunarkraft, þeir verða svolítið, ánetjast svolítið, maður sækir hérna alltaf í þetta aftur og aftur. Þannig ég segi bara takk fyrir mig. Góðan daginn. Það gert svona bara. Ég heiti Haraldur Hallgrímsson. Eru konur? Já. Ég er sölustjóri hjá Landsvirkjun, ég vinn við viðskiptaþróun. Þar á undan stýrði ég nýsköpun hjá Matís, þannig undanfarin ár hef ég hitt fjölmarga hópa og einstaklinga, Íslendinga og útlendinga, sem vilja koma einhverju rekstri í gang á Íslandi. Ég hef ekki reyndar hitt held ég jafnmarga og einar, en þó nokkuð marga. Allir þessi fundir hafa verið skemmtilegir og fróðlegir, en það verður að segjast að hugmyndirnar hafa verið misskynsamar og stundum hefur mann kannski grunað að vera í falinni myndavél, en þið sem hafi ekki tekið þátt í svona áður, þið eftir að skemmt ykkur vel og njóta og læra, alveg svo Einar og Elísabet ræddu. Ég ætla að leggja áherslu á 2 atriði og þetta þau atriði sem ég hef að leiðarljósi þegar ég að tala við hópa.
áður en ég byrja á þeim þá myndi ég taka sérstaklega undir það sem Elisabeth í að og það að undirbúa sig, vita aðeins hvað verkefnið fjallar. Auðvitað vill maður fá útskýringuna sjálfur en vera búin að kynna sér aðeins og velta fyrir sér hver getur verið mín að koma á þessu og sömuleiðis að fylgja eftir. Og þó ekki væri nema bara senda smá hvatningu. Þessi 2 atriði sem ég legg áherslu á og þið getið vanlega að gera það sjálf eða ákveða hversu miklu mæli þið gera það, að ég passa mig alltaf og mér finnst mjög mikilvægt að fólk velti fyrir sér hver businessin. Þetta viðskipta hraðall, þetta ekki rannsóknarverkefni, við erum ekki að reyna að koma á kopp skemmtilegum non-profit félögum. Þannig að skipulagningin og fjárfestingar og þróunarvinna og markaðsáætlanir eiga með að því að það verði til tekjur í framtíðinni. Og ég veit að það þarf kannski ekki að segja ykkur það, en það þarf stundum að segja hópunum það að tilgangurinn með þessu öll að búa til tekjur. Og það getur verið mislangt í það og auðvitað þarf þróunarvinnu og það þarf tækniþekkingu en ekki oft, en stundum finnst manni fólk verður bara ástfangin af tækninni og þú myndist aðeins á þetta líka, hvaða útgáfa af Java erum að nota. Eða ég sá fyrirlestur á internetinu, það komið svo flott app sem ég ætla að nota í fyrirtækinu. Þannig ég mæli með því að þið miðla af ykkur eigin reynslu og sérþekkingu, við höfum all mismunandi bakgrunn og mismunandi menntun og mismunandi þekkingu, en hafið í huga viðskiptahliðina. Og jafnvel hörðustu verkfræðingar sem hafa í hjarta sínu engan áhuga á markaðsmálum búa yfir verðmætum markaðsupplýsingum. Það að segja, þeir þekkja sinn geira, þeir vita hvað önnur fyrirtæki að starfa á geiranum, þeir vita hvað vefsíðum og postlistum á að vera á. Allir þessi hlutir spara frumkvöðunum svakalega mikinn tíma. Sérstaklega þegar við erum komið eins og mörg verkefni í þessu, þetta eru svona nísverkefni. Nísverkefni í jarðvarma sem dæmi. Og tíminn ofboðslega dýrmætt auðlind og hann bara skornum skammti og því meira sem við getum hjálpa fólki bara með aðgang á upplýsingum, tengta saman, því meiri tíma getur við eytt í það sem raunverulega skiptir máli. Þannig að þetta fyrsta atriði, það að segja tæknileg útfærsla búnaði þjónustu verður að vera þannig að viðskiptavinur sé líklegur til að greiða fyrir hann. Seinna atriðið, og auðvitað treysti ég því að það var allir samskiptahæfileika og nærgætni, en þú komst líka aðeins inn á þetta, Elisabeth, að það betra að taka á erfiðum málum fyrr en seinna. Og oft þegar við erum í svona samtali, þá áttum að sjá því að býtu, það eitthvað það eitthvað aðeins off. Eru þessi tveir ekki sammála? Og ég hef til dæmis oft spurt fólk, það raunverulega svo að ef þú fær fjárfestingu, þá ætlar hætt í vinnunni eftir hálft ár? Og þá kemur stundum svona, ætlar þú að hætta í vinnunni sem deildarstjóri í tækni eða verkfræðifyrirtæki? Því samkvæmt businessplaninu, ef að allt gengur upp, þá verður með 500.000 krónur á mánuði eftir 5 ár. Og það getur vel verið að fólk setji fram viðskiptaáætlanir á einhvern hátt bara til þess að þóknast einhverjum reglum, einhverjum sjóðum eða svo framvegis. En það miklu betra að taka á þessum málum á þessu stigi heldur en að það lendi í einhverju krísu seinna. Og sömuleiðis fólk sammála eignarhluti. Og ég ekki að mælast til þess að þið séu öll að skipta ykkur rosalega mikið að þannig málum, en það skiptir máli að þetta sé á hreinu. Sérstaklega það gengur vel. Það skiptir engu máli í meirihluta tilvika þegar fyrirtæki bara rennur út í sandinn. En ef það gengur vel, þá skiptir svo lítið máli. Ég myndi líka sérstaklega skoða þetta, og ég regna aftur og aftur á það, verið að vanmeta samkeppnina. Það að segja, viðkomandi hópur bara ofsalega hrifinn af hugmyndinni, hrifinn af einhverju ástríðu,
en bara vanmetur hindranirnar við að koma inn á markað. Til dæmis það forskot sem viðkomandi hugmynd eða tækni hefur kostnaðarlega ekki nóg til þess að fara í samkeppni við stór establisheru fyrirtæki. Hver verður þeirra viðbrögð? Lækka þau ekki bara verðið sín í 10 mánuði og keyra þau þrótt? Þannig kannski þarf að breyta hérna nálguninni eða breyta tekjumódulinn eitthvað. Þannig að hérna takið á þessum málum ef þið getið og þið finnið öll mjög fljótt hérna hvað þarf að hérna hvað þarf að ræða og stundum finnum maður þetta og þá gott að hérna taka smá follow-up og þá kemur kannski einn einstaklingurinn hópnum og hringir í þig og segir ég hef svolítið áhyggjur af þessu, ég nú bara með því svo því bróður minn en ég held þetta kannski að finna einhvern annan og þá bara gott að gera það strax að því flestir eru ekki ástfóknir af hluthafasamkomulaginu eða akkurat hverjir eru í hópnum, þeir vilja vera frumkvöðlar, þeim finnst bara gaman að vera í þessari dýnamík og þeir eru alveg til í að breyta. Fyrir nokkrum árum var ég MBA-námi í þekktum erlendum skóla og við vorum að velja okkur lokaverkefni og við vorum rosalega spenntir, metnaðarfullur hópur, komumst í samband við topp efnafræðiprófessor og hérna hann var með óbáslega skemmtilega uppfinningu sem var mikið fara að fjalla þannig í háskólanum og við lögðum okkur mikið fram með að komast í samskipti þennan mann og afskaplega skemmtilegur áttum með honum marga fundi og við erum ekki efnafræðingar og lögðum töluvert á okkur við að lesa okkur til í þessari undirgrein efnafræði þangað til undir lokin á 3. fundinum sagðan þetta Of course the inputs to this process cost more than a finished product þannig að akademískt fannst honum þetta mjög spennandi en þetta var bara ekki business kannski verður business eftir hérna 15-20 ár og mikið sérstaklega í þessum verkefnum sem eru rannsóknar tengd þau geta oft verið svona þau eru spennandi akademísk en það er ekki business þannig að hérna eða þá business tekjumódelið bara ekki rétt þannig gangi ykkur bara vel og skemmti ykkur vel takk fyrir mig spurningar já, kannski við stýra því einhverja spurningar fyrir okkur eða fyrir Stefán Jú, kannski við tökum þakka ykkur fyrir ykkur þremur þetta var mjög satt og rétt allt sem þið sögðuð og ég held að við þurfum að taka samt Elisabeth orðin sem hún nefndi áðan það að þetta er auðvitað þeirra sjónarhorn, þeirra þriggja og hver hefur sinn stíl en þetta eru auðvitað mjög góða ráðleggingar og gott að fylgja þessu sem þau sögðu. Nú, einhverja spurningar svona þegar hér er komið við sögu? Einhverja pælingar? Ef ekki, þá er líka tilvalið að nota tíman á eftir þegar verðum niðri og fáum okkur smá veitingar að spjalla við þau þrjú eða okkur hinn og ef það er eitthvað sérstakt sem að leitar á hugan. Nú, Viðar Helgason hjá Icelandair og Thermal, hann ætlar að segja aðeins frá þessum 7 teymum þannig að þið fáið svona örlitla innsýn inn í hvað þau eru að gera og við skulum bara bjóða hann velkominn. Já, góðan daginn. Heyrðu, ég ætlaði rétt að fara yfir hvað teymin gera. Ég ætlaði að koma þessu hausuna með fyrst, ef ég get það. Ég held að þetta sé rétt. Er þetta ekki rétt? Já, ég heiti Viðar Helgason og er prógrammanager hjá Icelandair og Thermal og hef með Stefáni í það halda utan þetta prógram, Startup Energy Reykjavík. Við erum búin að velja, eða bakhellan erum búin að velja núna 7 teymi sem við ætlum aðeins að fjalla núna og segja ykkur örstutt frá. Það er kannski svona í framhaldið því sem búið að segja, kannski verðt að taka fram samt að náttúrulega þessi teymi á þessum tímapunkti þeir sem koma að hitta, þau eru náttúrulega nýbyrju, þetta eru svona viðkomi stígi sem að verkefnin eru. Þannig að það er hugmyndir að þau konsept sem eru sett hér fram eiga eftir að breytast og þróast.
Þannig að þetta svona bara fyrsta útgáfa af einhverju. Við fengum 7 verkefni og það hér nöfnin á þeim uppi í Loki Geothermal, Málmblend EHF, Keinutura, Rovar, Laki, Eldberg og Microbinary og Natus. Og við förum bara strax í fyrsta Málmblend EHF og aðilinn á bakvið það teymi Arthur Guðmundsson og hann með hugmyndum að endurvinna raunverulega kerbrot og frákost úr áliðnaðinum. Þetta svona náttúrulega frekar tengt stóriðinni og tæknilega flókjur raunverulega, en hann stefnir á að endurvinna kerbrot á öðrum efnum og framleiða þetta nickel pig iron. Það svona hans konsept eins og það lítur út í dag og svo sem ekkert meira það að segja. Keinutura, það Sjöfn Sigurgísladóttir, Halla Jónsdóttir, Sigurbjörn Einars og Ægir Þórsson og þau eru að nota þörungu eða algae og stefna á að fara inn á matvælar eða lyfja eða svona snyrtivöru iðnaðinn og ætla að nota þörunga til að framleiða einhvers konar oljur. Þau eru að nefna ákveðin efni, en ég ætla svo sem ekki að fara mikið í tæknilega atriðin í þessari kynningu. Loki Geothermal Þórarinn Már Kristjánsson og Sölvi Oddsson. Þetta eru verk- og tæknifræðingur hana saman og þeir eru að horfa á jarðvarmaiðnaðinn og hafa séð að það ákveðin skortur eða vöntun á þeim markaði sem tengist svona velheadlokum eða lokum í jarðvarma og þeir hugsa eða sjá fyrir sér tækifæri að endurhanna raunverulega og betrum bæta núverandi búnað og framleiða loka fyrir jarðvarmavirkjanir. Laki Eldborg, það Magnús Hauksson, Árni Magnússon og Óskar Valdirsson. Þeir eru með tengingu við Mannvit og Rásmark. Þetta fyrirtæki sem þetta tiltölulega tæknilega flókið allavega fyrir mig, myndi ég segja. En þeir ætla að nota rafsegulsvið tengt háspennulínum til að framleiða, að búa til rafmagn, til að knjúa svona minni búnað, eftirlitsmyndavélar eða einhvers konar senda og bara mjög áhugavert verkefni. Næsta síðan Microbinary og það Mjöll Valdóf og Níls Gíslason og þau eru með bakhjarlana NMI og VAFA sem svona baklændi hjá þeim og þau eru að horfa á raunverulega Microbinary generator eða ætla að framleiða rafmagn með svona mikrobinary kerfi úr hita sem að venjulega ekki hægt að nýta til að framleiða rafmagn úr. Og þetta mjög áhugavert eins og það eru mörg kvöldsvæði í Íslandi sem hafa samt kannski hitast í einhverstað rétt yfir 100 gráður sem ekki hægt að nýta til rafmagnsframleiðslu eins og staðinn í dag. En þessi búnaður myndi gera það kleift að vera með svona nánast færanlega reiningar, þó kannski ekki hugsa þannig, til að framleiða rafmagn fyrir minni búnað, til dæmis senda eða eitthvað slíkt. Natus, það Konráð Örn Skúlason, Alex Rúnar Eyþórsson, Gunnar Pétur Hauksson og Diðrik Steinsson. Þeir eru með kannski svolítið víða sín, en þeir eru svona að horfa á rafbílamarkaðinn og nákvæmlega hvað málið náttúrulega það Ísland, eins og náttúrulega mörg önnur lönd horfa fram á það að rafbílavæðinga að eiga sér stað, eins og ekkert sérstaklega mörg fyrirtæki sem eru kannski að veita einhvers konar heildstæðar lausnir í því og Natus horfir svolítið á þann markað. Rovar síðan fyrirtæki sem Páll Elvar Pálsson og Egil Þorgjursson standa bakvið og það verið að taka heimilun okkar og svona uppfæra þau eins og öll snjallsímavæðingin það allt orðið svona gagnvirkt einhvern veginn og þeir eru að horfa á raunverulega bara innvið heimiluna, hvernig þau eru og hvort þessi hægt að taka til dæmis rofa eða innstungur eða eitthvað slíkt og gera þau raunverulega svona snjöll og láta búnaðinn tala svolítið saman þannig að heimilun okkar verði gagnvirk og markmiðið náttúrulega að fá betri nýtingu á orku, spara orku. Og þetta mjög áhugavert verkefni og held að geta orðið spennandi svona bara á alþjóðavísu eins og náttúrulega öll verkefni eiga að vera. Þetta var svona stutt yfirferð verkefnin sem eru komin og þið fáið vonandi að hitta flesta þessum teimum en ég ekki með meira. Stefán?
og geta að klappa fyrir þessum flottu teimum. Við erum mjög stolt af teimunum 7 og hlökkum til að vinna með þeim núna næstu vikurnar og takk fyrir þetta Viðar að fara yfir þetta. Eins og þið sáu þetta svona rétt NASA-sjón sem þið fenguð á hvað þessi teim að gera og eins og Viðar sagði þá getur þetta breyst mjög hratt og við höfum séð það í þessum hröðlum okkar að hugmyndir geta tekið algjör uppi eftir kannski bara einn mentorfund að menn allt í einu sjá ljósi og segja heyrðu nú skulum við fara aðra leið og það bara spennandi og það partur af prógraminu. Nú, við munum senda ykkur öllum sem hér eruð eða öllum sem eru skráðir mentorar allar þessar upplýsingar, glærur og annað þannig að þið getið skoða þetta betur. Heimasíðan okkar startupbenergyreykjavik.com er líka með ágætis upplýsingar og ég hvet ykkur öll til þess að hafa samband með mig eða okkur ef það er eitthvað sem þið eru að velta fyrir ykkur ef þið eru óvís með eitthvað ef eitthvað er óskýrt hvort sem það er varandi mentorastarfi sjálft eða svona í kringum það, bara láta okkur vita og við erum alltaf til í að hjálpa. En nú ætlum ég að bjóða ykkur að fylgja okkur hérna niður í VAF 105 sem er svona okkar höfuðstöðar, þar ætlum við að fá okkur smá veitingar. Takk fyrir.